Hvernig gekk rekstur kaupfélagsins á síðasta ári? Gekk hann betur en árið 1988? Já, það má segja það að reksturinn gekk mun betur heldur en á árinu 88. Það hagnaður og reglulegri starfsemi félagsins núna 4 milljónir króna en var tap á síðastliðnu ári 32 milljónir. Síðan eru óreglulegir liðir sem afskrifaðar kröfur sem valda því að endanlegt uppgjör félagsins með 4,8 milljónum undir strikinu. En fjármunamyndun í rekstri mun meiri núna, hún 65 milljónir en var neikvæð í fyrra tæpar 5 milljónir. Hverjar telur þú megin ástæður fyrir þessum bata í rekstrinum? Ég tel að megin ástæðurnar séu þær hagræðingar aðgerðir sem unnið var á síðari hluta ársins 1988 og fyrir hluta ársins 89 og einnig það að það var mikil og góð samstaða starfsmanna, áhugi þeirra sem spila mikið inn í þetta og eins viðhorf félagsmanna og viðskiptamanna í héraði til félagsins. Þetta tel ég megin ástæðurnar. Hvernig fjárhagsstaða Kaupfélags Borgfirðinga nú? Fjárhagsstaða kaupfélagsins að mínu mati nokkuð góð. Eigið fé félagsins núna við árslok 460 milljónir sem 26% af niðurstöðu efnahagsreiknings. Hver var heildarvelta kaupfélagsins á síðastliðnu ári? Heildarvelta ef allt talið 2 milljarðar og 500 milljónir. Voru einhverjar nýjungar í rekstri kaupfélagsins? Það má segja helstu nýjungar í rekstrinum eru þær að á árinu þá var opnaður hérna KB bónus sem hefur reynst okkur mjög vel og ef ég nefni nýjungar í framleiðslu hjá félaginu, þær eru náttúrulega ýmsar, bæði í framleiðslu á kjötiðnaðarvörum og þá má kannski sérstaklega nefna það nýjungar sem voru í mjólkursamlaginu. Þar var byrjað á að framleiða þykkmjólk á síðari hluta ársins og framleiðsla og sala á þeirri afurð hefur gengið ákaflega vel og eins var hér dálítið merkileg nýjung á ferðinni sem var tilkoma eða pökkun á Icy vodka til útflutnings. Hvernig finnst þér viðhorf viðskiptamanna í héraði vera til kaupfélagsins? Mér finnst viðhorf viðskiptamanna til kaupfélagsins vera býsna jákvætt og ég held að fólk hér í héraði sé farið að átta sig betur á því hvað kaupfélagið mikils virði hér og ég finna það að fólk sé farið að hugsa meira það að beina sínum viðskiptum til félagsins og stuðla að bættum hag þess. Að lokum, hverju spáirðu rekstur félagsins á þessu ári? Eftir þeim tölum sem ég sé núna eftir fyrstu mánuði þess árs þá sýnist mér þær lofa góðu. Það umtalsverð söluaukning hjá félaginu núna og mér sýnist að sá bati sem kominn var í reksturinn á seinni hluta ársins 89, það muni verða áframhald á honum. Þannig að ég bjartsýnn með afkomu þess árs. Áframhaldi verður eins og undanfarið hefur verið unnið þessum málum þá getur þetta dregist úr hömlu og til þess að svona svona fundur í stóru samvinnufélagi eins og Kaupfélag Borgfirðinga láti nú heyrast í sér þá var þessi tillaga lögð fram. Það er alveg óviðunandi að það sé skipuð nefnd eftir nefnd og þær komist eiginlega aldrei með verkefni nema á það stig að það sé lagt aftur í skúffu og hérna alþjóð fá ekkert það að fjalla en svo verði drifin fram upp frumvarp núna og það reikir gegn kannski á stuttum tíma. Fyrir mitt leyti ekki. Draumi fagrar nætur dvel ég stund
Það var sem vorsins tærasta von gengi á minn fund. Hún hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf, að horfa fram á veginn og lifa það af. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymi að við höfum hvort annað, tryggð við land og þjóð og landið sem skáldin ortum sín fegurstu ljóð. Hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf, að horfa fram á veginn og lifa það af. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymi. Við höfum hvort annað, tryggð við land og þjóð og landið sem skáldin ortum sín fegurstu ljóð. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymi. Við höfum hvort annað, tryggð við land og þjóð og landið sem skáldin ortum sín fegurstu ljóð. Það mig